Komið sæl og velkomin í 21. frétta umræðu þáttinn okkar hér á Hringbraut á fimmtudagskvöldi. Hér í lok þáttar þá það spillivagnin. Við ætlum að heyra af honum, hann á ferðinni, hann á vegum Sorpu og eins og nafni gefið til kynna safnar hann spilliefnum. Því að við þurfum að skila þeim betur af okkur, það bara ósköp einfalt. Við ætlum líka að heyra af efni nýrrar skýrslu, ársskýrslu Stígamóta. Guðrún Jónsdóttir, talskona þeirra kemur á eftir til Sigmundar Ernis. Og við ætlum líka að tala við unga konu sem rétt rúmlega 30, fór í aðgerð sem misheppnaðist. Hún kvaldist í 6 ár, kvalirnar svo miklar að hún reyndi að taka líf sitt. Hún fór nánustu vikulega á spítala þar sem ekkert var hægt að gera annað en að svæfa hana. Hún kom til mín í fyrra haust og sagði frá því sem að gengið hafði á og því að hún ætlaði til Bandaríkjanna að leita sér lækninga. Hún komin heim frá Bandaríkjunum og ætlar að segja okkur hvernig gekk. En fyrst að þessu hagkerfi undirheimana á Íslandi. Hversu stórt það, hverjir eru þar? Í gær miðvikudag fór fram áhugaverður fundur á vegum félags viðskipta og hagfræðinga þar sem fjallað var þetta og Karl Steinar Valsson talaði þarna, hann yfirlögregluþjónn lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu. Karl Steinar, hvað að finna í hagkerfi undirheima Íslands? Hvað þar? Já, það nú stórt spurt. Það sem að ég var að nálgast í gær á þessum fundi sem ég var rosa félagi viðskipta og hagfræðinga fyrir að boða til þessa fundar, að horfa á raunlega þennan þátt vegna þess að það núlega í alveg takt við það sem að menn hafa verið með ábendingar í Evrópu að fá yfirvöld, lögreglu og skattyfirvöld og fleiri til þess að skoða miklu betur raunlega þennan þátt í brotastarfseminni, það að segja peningaþáttinn allan saman, grunnþáttinn í því og það sem að ég var að gera var að útskýra aðeins fyrir mönnum þá breytingu sem hefur verið eiga sér stað, kannski meiri svona aðeins dýpra heldur en við erum að gera öllu jafna, það að segja velta fyrir okkur svona nokkrum peningatengdum atriðum og ég var líka aðeins að koma eins inn á íslensku menninguna því tengt. Já. En þetta sem sagt, staðreyndin svo að það eru núna starfandi í Evrópu í kringum 5.000 skipulagðir brotahópar og þeir eiga það svona sammerkt að vera alltaf meira og meira að fóta sig í fleiri fjölbreyttari brotastarfsemi. Grunnþátturinn ennþá fíkniefnaþátturinn, hann sá sem að virðist vera arðbærastur, en það eru aðrir brotaþættir sem að koma inn eins og til dæmis mansal, vændi, alls kyns svikamál og fleira og líka þjófnaður eins og ökutækjaþjófnaður og fleira sem að gefa. Og netglæpir kannski. Svo netþáttur raunverulega, hann svona eiginlega, hann þverar allt. Það að segja, hann kemur inn í þetta með þeim forsendum að netið notað við brotastarfsemina og það sem raunverulega þróunin sem sagt að þessir hópar að þeir að sameinast ákveðin brotaverkefni og þeir að notfæra sér raunverulega þekkinguna sem að þeir hafa á til dæmis smygli á fíkniefnum til þess að smygla fólki. Já. Og þeir að notfæra netin sín, þeir að notfæra það að ef við værum þeir sem stæðum fyrir brotahópum að þá við raunverulega að semja þetta svona gæti þess að orðið samrunni á milli okkar brotahópa, bara eins og í fyrirtækjarekstri og ég var svona að speglaða við fyrirtækjaumhverfið að breytingar sem að vera í fyrirtækjarekstri þeir leiðist út í brotahópana líka, þannig að brotahópar í dag það að segja skipulagðir brotahópar í dag bara ansi nærri því sem fyrirtæki að reka. Þau að velta fyrir sér business, þetta bara business model og þeir semja ákveðið greiðslu fyrirkomulag og þóknanir tengt því sem þeir að fara að gera og ef að verkefni þannig að það krefist einhver ákveðna sérþekkingar eins og til dæmis að brjótast inn í tölvukerfi sjónvarpsstöðvarinnar hér til þess að komast yfir greiðslur og fleira að þá ráðum við einhvern til þess sem sérgreiddur og þá hluti af því. Þannig að það þetta módel sem að ég var að segja og svona civiliseraðar kannski en maður þetta sem sagt og það sem ég að vera að benda á þarna að þessi nýju brotahópar sem að brotaverkefni, þau hrein viðbót við fíkniefnaþáttinn sem var alltaf. Þetta kemur raunverulega sem viðbótar þáttur og það talið að
að hagnaðurinn eða þess að þetta reyndar aðeins skipta skoðanir það hvort við erum að tala hagnaði eða hvort við erum að tala veltu og mikill munur á því en það verið að tala að umfangið allavega sé sem samsvarar 1% af landsframleiðslu og ef við speiklum það við Ísland, það sem ég hef verið að velta upp, þá erum við að tala það að frá hruni hefur það breyst úr því að vera 16 milljarðar á ári upp í það að vera 26 til 28, aðeins eftir í hvernig við horfum á tölurnar fyrir 2018. Allavega við erum að tala geysilega miklar tölur. Sem eru undir radarnir. Sem eru undir radarnir. Og þannig að það sem ég var að segja er það að við erum svolítið á tímamótum og höfum verið að benda á það og verið að breyta raunlega svona þessari nálgun lögreglu á því að ráða til okkar sérfræðinga til þess að skoða peningaþáttinn miklu betur. Og við erum byrjuð á því, við óskuðum eftir þessu við dómsmálaráðuneytið í fyrra og var mjög vel tekið og fengum auka fjárveitingu til þess að sýna fram á það að hvort að þessar tilgátur okkar væru réttar, að við myndum geta náð því að ná betur inn í fjármála hlutan. Já, af þessu. En þið hafi gert kyrrsett eignir? Við höfum gert það nú þegar, já. Í hve miklu mæli eins og bara? Við höfum kyrrsett eignir upp á 70 milljónir nú þegar á fyrstu mánuðunum og við erum auðvitað bara rétt að byrja á árinu. Hvað eru það kyrrsettir? Það er ýmsar eignir, það eru húseignir og ökutæki og fleiri lausafé og fleira sem við kyrrsettum tímabundið meðan rannsóknir í gangi og byggt á því að við teljum að það sé samofið einhvers konar brotastarfsemi. Já, hvað er umfangið mikið hér í dag? Hvað eru margir skipulagðir brotahópar hér á Íslandi? Hvað teljið þið? Við erum að telja að þeir geti verið alltaf því 20. Það er aðeins spurningin hvernig við veltum, ég myndi segja svona einhvers staðar 15 plus, alveg pottþétt. Það er líka það að það kannski þessi þetta er aðeins spurningin hvernig þú telur það alltaf vegna þess að stundum eru við kannski að vinna saman en stundum eru við með, ef við horfum á okkur tvö, ef við værum í þessum bransa þá værum við kannski stundum að vinna saman en stundum væri verkefni okkar algjörlega sjálfstæð. Hvað er þessir hópar að gera? Það er náttúrulega auðvitað fíkniefnaþátturinn er sá sterkasti. Hann er náttúrulega kannski mjög dóminerandi hér en það eru alls kyns önnur svikamál sem eru í gangi. Það er auðvitað sem eru skipulögð svikamál? Já, það eru auðvitað vændisstarfsemi sem er í gangi. Það eru skipulögð svikamál sem það eru til dæmis, það eru netbrot með ýmsum hætti, það er verið að brjótast inn í tölvufyrirtæki, ekki tölvufyrirtæki heldur verið að brjótast inn í tölvukerfi fyrirtækja. Meiri mæli. En verðið þið meira varir við vændið? Vændið er náttúrulega, já, vændið hefur náttúrulega verið að vaxa talsveit mikið og við höfum verið að vinna í raunverulega ákveðnum aðgerðum gegn því. Það er Hafið þið náð góðum árangri í því? Geturðu metið það? Ég veit ekki, við erum með hins vegar ýmislegt í bígerð í því til þess að nálgast það með aðeins öðrum hætti og það mun kannski birtast á næstunni hvaða hugmyndi við erum með tengt því. Þetta er líka náttúrulega bara svona sterkt samfélagslegt mál og mér finnst það vera raunverulega kannski svona, það er ein skilaboðin frá okkur er að fullt af þessum verkefnum er ekki bara einhver verkefni lögreglu. Að þau eiga sér miklu svona víðtækari samsvörun við samfélagið og samfélagið þarf líka eins að segja ok, þetta er eitthvað sem við líðum ekki. Förum aftur að tengingin með fátækt kannski til dæmis og eitthvað svoleiðis? Já, ekki endilega. Einhverju leyti kannski en ekki síður eins og ég var að segja að það er svolítið merkilegt að það var að koma núna geysilega góð samantekt frá ríkislögstjóra peningaþvætti og tengingar út af greining á stöðu mála í því sem ég hvet fólk til þess að kynna sér. Þar er til dæmis vakin athygli á því sem er svolítið sérstakt að það eru til dæmis ekki fasteignasalar, bílasalar og fleiri starfsstéttir, endurskoðendur, lögfræðingar tilkynna ekki nein undarleg viðskipti. Og það virðist vera allt í lagi hérna á Íslandi að þú gangir og kaupir þér hús og hluti af þínu framlagi 10 milljónir eða hvaða nú er startpakkin ef við horfum svona venjulegt fólk, að þetta er allt sem að borga bara með reiðufé. Eða kaupir bíl fyrir einhverja 4-5 milljónir ef við tölum bara í svona normal tölum.
Þetta ekki, sko... Tilkynningaskylt. Sko, jú, það það, en það ekki, það þessar reglur verið að breyta núna og kannski skerpa á því, tengt því að Ísland fékk náttúrulega frekar svona slæma útreið í peningaþvættisathugun. Þannig að það verið að laga raunlega umgjörðina alla saman. Og þetta að mínum að það sem ég hef kannski aðeins verið að segja, að ein ástæðan sem ég tel að sé fyrir því að við höfum ekki verið með þessa meðvitund, að ég nota það orð, að hún kannski svo að við erum svolítið vön því að stór hluti af ákveðnum atriðum í okkar samfélagi á sér stað hérna neðanjarðar. Bara svart, borgarsvart. Það raunverulega, þess vegna kannski finnst mönnum það ekkert sérstakt og ég komi með bréfpokann og kaupi með bílinn. Akkurat. Þetta hins vegar ekkert eðlilegt viðskiptaform. Nei, þetta góður punktur vegna þess að það náttúrulega landlægt að menn að borga svart og fá það þá kannski ódýrara að þeir halda. Og þarna náttúrulega sko vísbendingarnar þar sem að stóru viðskiptin fara fram. Já, og þetta það sem við höfum verið að benda á að mjög brýnt að breyta vegna þess að það náttúrulega alveg brotahóparnir vinna þannig að þeirra vandamál það að koma þessu lausafé fyrir. Akkurat, og þess vegna þeir að reyna að kaupa sér inn í fyrirtæki sem að þeir geta þá komið peningunum inn, en þá ertu náttúrulega farin að skekkja og rýra svo mikið samkeppnisþáttinn við hinn hefðbundnu fyrirtæki. En hvað þeir að kaupa? Hvers konar fyrirtæki? Það allt sem að allt sem að það undir. Já, ég meina það það sem að kannski við erum að horfa á það að reyna að tryggja að menn get ekki þvegið peningana sína inn í lögbundum rekstri. Einhver fatabúð eða sjoppa, sólbaðsstofa? Það raunverulega engin takmörk fyrir því hvað þú ert sem að þú gerir og þess vegna viljum við gera svolítið svona sterkar kröfur til þess að við hugsum aðeins upp á nýtt hvernig við höfum verið að gera þetta. Ég nefni sem dæmi að af því að það hefur verið að herja á fyrirtæki tengt netinu að láta þau greiða greiðslur fyrir vörumóttökur og annað slíkt. Það allt í lagi að okkar mati að taka sér smá tíma og sjá ef þú ert í fyrirtækjarekstri og þú fær tilkynning það að greiðslan fyrir vöruna sem þú telur þig vera að panta eða ert að panta, að það sé búið að breyta banka. Það allt í lagi að taka upp símann, hringi fyrirtækið og segja getur þú staðfest að þetta rétt. Vegna þess að þarna verið að fara inn í en sko hraði viðskipta það hefur verið svo rík krafa á það. En ef við hægjum aðeins á okkur, það gefur til dæmis okkur tækifæri til þess að láta stoppa greiðsluna. Þannig að það að mínum mati komin upp svo staða að það orðið hagur fyrirtækja að hægja aðeins á. Að það þarf ekki alltaf að gerast á síðustu, á þessum rosalegum hraða eins og hefur verið. Það náttúrulega viðskiptin fara svo að miklu leyti náttúrulega núna í gegnum netið og náttúrulega bara verslanir. Fólk að kaupa fyrir, ég meina stundum háar upphæðir. Og ég meina vitið þið til þess að bara svona venjulegir borgarar að lenda illa í því? Já, það alveg dæmi hjá okkur. Við erum núna með bara til rannsóknar hjá okkur bara á síðustu mánuðum hugsa ég upp andvirði 300 milljónir sem bæði fyrirtæki og einstaklingar sem hafa lent illa í sviknir með þessum svikum sem á ýmsan hátt. Þetta getur verið bara hópur sem að fara í sumarfrí og búin að borga fyrir húsnæði sem kemur svo í ljós að greiðslan hefur ratað eitthvað annað vegna þess að það kom einhvers melding inn á milli tilkynning það hvert ætti að greiða þetta. Þannig að það fyrir einstaklinga að ætla að missa sumarfríið sitt út af 1 milljón króna millifærslu sem að fer á rangan stað. Þetta náttúrulega verulegt högg. Þannig það að sko taka sér það aðeins meiri tíma, segirðu? Ég held að við eigum alveg að geta það. Hvert ertu að borga? Já, og við þurfum aðeins að það kannski eitthvað sem við þurfum að temja okkur út af netinu, að hugsa með aðeins hættu vegna þess að bankastofnanirnar hafa ekkert mjög það þyrfti að vera smá hlé þarna á því þangað til greiðslan á sér stað sem að þú ættir að geta notfært þér auðvitað líka til þess að kanna hvort að það sé ekki alveg öruggt og allar þessar upplýsingar greiðslufyrirkomulagi séu réttar. Þessi skipulögðu bara svona lokum þessi skipulögðu brotahópar sem eru hérna 15 til 20 fíkniefnin eru stærst þarna inni segiru þannig að sumir þeirra eru hættulegir og aðrir kannski friðsælli. Það allur gangur á því. Það er birtingamyndin á því. Þeir eru að hluta til þetta kannski flestir eru Íslendingar
og aðrir eru aðilar sem koma hingað og vinna hérna í einhvern ákveðin tíma. Þriðji hópurinn kannski sem eru sendir hingað sérstaklega í brotastarfsemi. Við höfum þekkt það bæði til dæmis þar hafa menn verið að koma hingað til þess að sitja á svið alls kyns svik og þjófnaði og auðvitað senda út innbrotahópar og við erum auðvitað líka með svona ákveðin þjóðerni sem hafa komið hingað og stunda brotastarfsemi í talsverðan tíma. Þannig að við erum bara með birtingamyndina sem mjög fjölbreytt og í sjálfu sér ekkert orðin ólík því sem við þekkjum að. Svo erum við auðvitað líka með íslensku hópana sem meira og minna starfa erlendis en minnst á Íslandi. Þannig að við erum engin undantekning orðin og það það sem við höfum kannski verið aðeins að benda á að við þess vegna horfum við orðið bara miklu meira til þess sem að gerast í Evrópu heldur en við höfum nokkuð tíma gert áður. Skiptir ekki máli þó að hafið síðan þarna á milli? Þetta er landamæralaust orðið? Já, það það og okkar laust liggur ekki í einhverju einangrun í því. Vegna þess að við myndum aldrei ná neinum árangri án þess að vinna í samstarfi við önnur lönd. Það væri algjörlega, þá væri raunverulega flest vopn tekin úr okkar höndum. Já, þannig að hafa þetta sem bara greiðasta trafík á milli landa og það hjálpar? Já, sko, það sem ég að vísa til raunverulega þessi samstarfsþáttur okkar. Það að við tökum þátt í því sem verið að skoða og sjá og rannsóknum erlendis og við erum bara á fullu að gera það. Lítur að grundvallar atriði Karl Steinar Valsson, yfirlögregluþjónn lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu. Takk fyrir að koma hingað í 21. Takk sömuleiðis. Við vorum að tala hagkerfi undirheimana hér á Íslandi, sem sjálfsögðu hér eins og annar staðar. En við ætlum að fá að heyra af nýrri skýrslu Stígamóta. Guðrún Jónsdóttir verður hjá Sigmundi Erni. Við ætlum að tala um spillivagnin og við ætlum að tala um konu sem þjáðist af hrikalegum verkjum í 6 ár. Hún fór til Bandaríkjanna og leitaði sér lækninga. Engin lausn var hér heima. Við ætlum að heyra hvernig fór. Farið ekki langt. Við höldum áfram með frétta- og umræðuþáttinn okkar hér innan skamms. Linda Blöndal sest niður með konu sem varð fyrir læknamistökum og fjallar þar endaþarmssig. En fyrst að Stígamóti sem voru að senda frá sér áskýrsluna fyrir síðasta ár, stofnuð 1990 og hafa tekið yfir 55.000 viðtöl frá þeim tíma og það eru 8.500 tæpir sem hafa komið til Stígamóta til að láta hjálpa sér í flestum tilvikum og þessi mál þurfa að vera í brennidepli í deglunni hverju sinni. Við þurfum að reyna að taka á þessum skratta sem kynferðisofbeldi og Guðrún Jónsdóttir sem fagnar 20 ára starfsafmæli í maí. Næstu. Já, fara fyrirfram til að hamingju með það. Takk fyrir. Það eru mörg mál sem kom til ykkur á síðasta ári, í rauninni aldrei fleiri heldur en frá 92 og í fyrra. Það vegna þess að umræðan að eflast? Umræðan hún lyftir pottlokinu af þessu kviksyndi. Það svo? Ég held það. Ég held að það hafi orðið bylgja vakningu og umræðu. Við vorum sjálf með gríðamikið átak 2016, styttum var svartnættið og þá var sprenging hjá okkur. Síðan höfum við sett í gang forvarnaverkefni Sjúk ást. Það hefur líka skilað. Alltaf þegar við erum með fræðslu eða í fjölmiðlum þá eykst aðsókn. Sko, þetta eru 784 sem koma til ykkar á síðasta ári. Það er að 359 sem hafa ekki komið áður. 418 sem ekki hafa komið áður. 418, þessum heldur, þetta er meira en 1 á dag. Sko, þetta að því manni sjálfum finnst, ég nú bara leikurmaður í þessum efnum, óðbáslegur fjöldi. Þetta meira heldur en gengur að gerast meðal þjóða í kringum okkur eða? Ég held að þegar við berum okkur sama við nágrannalöndin að þá, kannski að við búum í minna og viðráðanlegra samfélagi, að þá sé vitundavakningin meiri hér og aðsóknin meiri. Og ég held að sé að því að fólk veit af Stígamótum til dæmis, miklu auðveldara, það vita allir okkur. Og ég held að sé ekki endilega meira ofbeldi hér heldur en annar staðar en meiri vitund og meiri umræðan. Það sem náttúrulega vekur hvað mest athygli í þessari skýrslu
að 70% þeirra sem verða fyrir kynferðislegu ofbeldi og oftast nær enn á heima hjá gerandanum eru börn undir 18 ára aldri og 30% börn undir 10 ára aldri og þið takið svolítið á því í þessari skýrslu og eftir því sem þetta gerist hjá yngra fólki þeim mun alvarlegra verður þetta inn í ævina. Já. Því alvarlegri eru afleiðingarnar og lélegri sjálfsmynd, meiri ótti, meiri þunglindi, frekar áfallastreita og svo framvegis og framvegis. Já. Og algengasta viðbragðið er þögnin. Já. Að fela þetta. Já. Skömmin. Já. Og kannski líka vegna þess að menn ítrekka að frétta því að dómskerfið tekur ekkert sérstaklega vel á móti fólki í þessum aðeins? Nei, það er ekki nema 11% mála sem eru kærð sem leiða til dóms, en fólkið okkar, það er ekki nema á síðasta ári tæplega 8% sem gera tilraun til þess að ná rétti sínu með því að kæra. Og af þessum 8% má búast við að 11% leiði til dóms. En það eru þetta margar ástæður fyrir því. Við höfum spurt fólk, af hverju kærður ekki? Og algengustu svörin og þau órökréttustu eru þau að fólkið okkar er fullt af skömm og sektarkennd. Það hefur ekkert að kæra því þeim finnst að hafa verið á vitlausum stað með vitlausu fólki á vitlausum tíma. Kennir ég vel sjálfur sér Já, og svo eru auðvitað málin fyrnd, þau sem eru ekki þau alvarlegustu málin fyrnast ekki, og fólk kemur til okkar árum og áratugum eftir að ofbeldi átti sér stað, það kemur til að hjálpa sjálfur sér, ekki til þess að ljúga einhverja ljóta kalla eða fá hefnd eða eitthvað heldur, eingöngu til þess að reyna að bæta lífsgæði sín. Og jafnvel þegar það er að liggja banaleguna. Já. Þá vil það fá að skila skömminni. Já. Segðu mér frá því dæmi. Já, það er nú svona bara eitt dæmi sem situr alltaf í mér þegar læknirinn hringdi til þess að biðja okkur að heimsækja konuna sem lá banaleguna og hún gat ekki hugsað sér að skilja við án þess að segja söguna sína. Og hún fékk að gera það. Það var ekki auðvelt, en svona dæmi brýn okkur einmitt til þess að því að það er ekki gaman að fara í svona heimsóknin á spítala að vinna með ungu fólki. Ná þeim sem fyrst og líka að stunda forvarnastarf og það er sjúkást átaki sem er sýnt þarna á forsíðunni. Það er hluti af því sem við erum að reyna að gera til þess að kenna krökkum heilbrigð samskipti og setja mörk. Þetta er kannski... Við það erum að basla svona. Já, þetta er kannski nýjasti vandinn. Nei, sko við höfum ekki lyft okkur, við höfum alltaf verið að taka við, það er alltaf þessi svakalegi straumur inn dyrnar hjá okkur, við höfum ekki lyft okkur eða orku í að stoppa hann með því að koma í veg fyrir ofbeldi. Það er auðvitað metnaðarfullt að reyna það, en við höfum verið að reyna það með þessu verkefni og ýmsum öðrum og auðvitað með því að tala og vera með vitundarvakningu. Það vekur athygli mína í þessu yfirliti ykkar að fólk með örorku er stór hópur fórnarlamba. Erum við nýbyrjuð að horfa á henni þann kraumandi pott sem er ofbeldi gagnvart fötluðu fólki? Það mætti gera miklu meira af því, en það hefur lengi verið vitað að fólk með einhvers konar skerðingar er í mun meiri áhættu heldur en aðrir. Erlendar konur, lítilbörn, drukknar konur, allir þeir sem eru jaðarsettir, eru með aukin hættu. Sem betur fer, þá hefur fjöldi þeirra sem að skilgreina sjálfa sig með örorku eða einhverjar skerðingar, sá fjöldi hefur verið að aukast og á milli ára núna síðast fjölgaði þeim 5% og voru 40% af þeim sem koma til okkar. Og ef maður skoða hvaða fólk er þetta, að þá eru það algengast fólk sem eru með skilgreina sig með einhvern geðrænan vanda. Það er svona rímar við það sem almennt er þessa hópa. En sko, ég hef nú ekki mikinn áhuga að setja mig í hugarheim þessara gerenda sem eru sjúkir menn og eiga skamma sín. En sko, útsjónarsemin. Já, sko, nú ég er búin að vera svo lengi í þessu og við erum búin að kortleggja svo margar hliðar á þessum veruleika. Mér finnst alltaf jafn fróðlegt og svo reynum alltaf að kortleggja eitthvað nýtt til þess að gleyma okkur ekki. Og eitt af því sem við gerðum í fyrra
í fyrsta skipti, það var að skoða hvað höfðu þeir gert, ofbeldismennirnir, til þess að undirbúa ofbeldi. Og það kemur í ljós að það er ekki nema þriðjungur þeirra sem ekki hefur á einhvern hátt undirbúa. Með því að vinna sér inn traust, með því að gefa gjafir, með því að veita viðkomandi aðgang að einhverju sem hann annars ekki hefði. Þetta er oft langur aðdragandi. Já, getur verið það. Þetta er svona grooming-ferli sem það heitir á útlensku. En er einhverjar bjöllur öðrum fremur sem eiga að klingja? Sko, þetta er búið að Þú nefnir gjafir, fyrir ekki? Já, þetta er svolítið hættuleg spurning. Ertu að spyrja hvernig við eigum að þekkja út krakkana sem eru beittir ofbeldi? Já, eða gerenduna? Já, þeir eru bara eins og venjulegir aðrir kallar. Við myndum ekki þekkja þá frá þér því miður. Ef við sæjum það út á götu, þetta er bara venjulegir menn. Það eina sem þeir eiga sameiginlegt er að þeir beita ofbeldi. En varðandi þau sem eru beitt ofbeldinu að þá er ekkert eitt einkenni sem er örugglega merki kynferðislegt ofbeldi. Það er eitt sem að mér finnst kannski hringja hvað hæstum bjöllum og það er þegar að krakki eða unglingur breytir hegðun. Þegar það slökknar á glöðum krakka eða þegar breytir hegðun, en það getur líka verið svo margt annað. Þannig að það er ekki, því miður, þá er engin leiðavísir það. Eitt sem vekur athygli með líka er íslenska vændiskonur í tugatali sem verða fyrir ofbeldi og svona þrátt fyrir að kerfið hafi reynt að loka þessum stöðum, þá virðast það bara einfaldlega að vera opnið þá. Já, eftirspurnin er svo mikil og tala þeirra sem í vændi er alltaf lægri en hún í raun vegna þess að við gerum komuskýrslur þegar fólk kemur. Það tekur langan tíma að treysta okkur nógu vel til þess að segja okkur frá einhverju slíku. Þessar konur hafa flestar verið beittar einhvers konar kynferðisofbeldi áður en það leitist út í vændi. Nú má vel vera að þetta sé skekkt mynd af heiminum, en hún birtist okkur svona. Og þegar þær koma og ef þær treysta sér til að taka þátt í sjálfshjálparhópum, við rekum svo kallaða svanahópa fyrir þær, að danskri fyrirmynd, vitnar í Litla ljóta andarangana hans H.C. Andersen. Þar gerast undur og stórmerki og þær sem leiða þessa hópa segja að þetta er það gjöfulasta starf sem þær vinna, því það gerist svo mikið hjá þeim. Þegar þeir finna hver aðra, þegar þeir fá tækifæri til að tala þetta tvöfalda líf og þessa svakalegu skömm og sektarkennd og þessi einkenni sem að enga þeirra óræði fyrir að tengdist þessu. Þannig að það er eitt af því sem er ofboðslega gaman að gerast hjá að vinna með þessum hópi. Þið verðið 30 ára á næsta ári, búin að vinna gríðarlega mikilvægt og þakklátt starf og til hamingju með það. Tökum við þetta nógu alvarlega? Sko, ég tala fyrir hönd svo margra, maður verður svo reiður í hvert sinn sem maður fréttir af svona svívirðulegum glæpum. Tökum við þetta nógu alvarlega? Ég veit ekki, ég er náttúrulega svo gegnsýrð af þessu verandi í þessu alla daga. Það sem að alltaf æpir á mig er að réttarkerfið virkar ekki í þessum málum. Af hverju ekki? Af því það er búið til að köllum fyrir kalla allt önnur mál en þessi. Af því þetta eru erfiðustu mál í heimi þar sem orð á móti orði og sönnunarbyrðin gífurlega ströng. Hún þarf auðvitað að vera það. En það blandast líka inn í vanþekking og fordómar hjá þeim sem vinna í þessu kerfi sem hægt er að breyta. Þannig að það er ansi mörg að taka. Nú erum við búin að fullgilda hinn svokallaða Istanbúl-sáttmála Evrópuráðsins ofbeldi gegn konum, sem leggur okkur þær skyldur á herðar að bregðast við, koma í veg fyrir ofbeldi, dæma þá sem beita því og svo framvegis. Þannig að allt í einu erum við komin með í hendurnar verkfæri þannig að við getum sagt við stjórnvöld, hey, þeir eru búin að skuldbinda ykkur til að gera þetta og hitt. Þannig að við höfum aðeins svona meiri tök á þeim. Okkur fer hænuskrefin fram. Já, við potumst þetta. Bestu þakki fyrir þetta, verstu sem lengst í þessu brannsakúr. Takk fyrir. Og við skiptum yfir til Lindu Blöndal sem að setjast niður með góðan gest og ætlar að fjalla læknamistök og endaþarmssig. Og við ætlum næst í þetta. Landlæknir segir vanrækslu hafa orðið til þess að hraust rúmleg 30 kona, Erla Kolbrún Óskarsdóttir, leið óbærilegar kvalir í 6 ár eftir aðgerð sem hún þurfti að fara í eftir að hafa eignast yngri dóttur sína. Það er nokkuð algengt að konur fái endaþarmssig eftir fæðingu barna,
En aðgerðin einföld og margar konur fara í slíka aðgerð. Erla var þó eftir aðgerð með óafturkræfar taugaskemmdir, alvarlegar taugaskemmdir og sérfræðingur á Landspítalanum sagði að þetta væri ótvírætt læknamistök. Nú, Erla Kolbrún var gestur minn hér í fyrra haust, nánar tiltekið í september í fyrra, og var þá á leiðinni að leita sér hjálpar í Bandaríkjunum við þessum verkjum og var að safna til þess pening. Og hún sagði eitthvað meðal annars frá sjálfsvígstilraun og því hvernig hún vegna kvalana þráði eiginlega bara ekkert heitar en að fá að sofna og svefninum langa. En Erla Kolbrún komin heim frá Bandaríkjunum og sest hérna hjá mér. Velkomin. Takk fyrir. Gott að sjá þig aftur. Æ, takk sem við leiðis. Eigum að rifja aðeins upp þetta ástand sem að hafði varað í 6 ár þegar þú varst hérna síðast hjá mér. Sko, hvernig var þetta? Sko, þú varst óvinnufær. Já, algjörlega og gat bara ekki sinnt þessu daglega lífi sem að við lítum svolítið sjálfsagt á. Bara til dæmis það að taka úr uppþvottavél eða leika við yngri stelpuna mína í Barbie eða skilru. Þannig að þetta var bara orðið þannig að ég var algjörlega ófær þetta daglega líf og svaf bara mikið og lá mikið fyrir og endaði náttúrulega alveg ítrekkað á spítala og já, þetta var bara mjög erfitt. Hvað gerðu þið þegar þú varst alltaf að koma inn á spítalareglulega í þessum svakalegu verkjakostum? Já. Hvað var það gert? Ég var eiginlega bara þannig séð svæfð af lyfjum og var bara dæld lyfjum í mig. Þannig að ég reyndi að sofa sem mest því að eftir að ég nægi að sofa eftir svona verkjakost þá vakna ég betri. En það mjög erfitt að ná að sofna þegar maður svona kvalinn. Þannig að þú fengið alveg svakalega skammta, margoft, af lyfjum. Já, og þú getur ímyndað þolið sem ég fór að mynda, svo gegn þessum lyfjum. Hvað var þetta? Bara morfín? Já, þetta voru morfínskyld lyf og voru bara virkilega sterk lyf. Já, bara sprautaði þér? Já. En hvað datt engum í huga væri hægt að gera eitthvað fyrir þig? Ekki heima, nei. Var það bara alltaf útilokað? Já, bara algjörlega. Þetta voru svona miklar taugaskemmdir? Já. Þessi aðgerð gerði upp á Akranesi og ég man þú einmitt sagði frá því að sko það biðlisti eftir þessari aðgerð. Þú ferð þarna upp á Skaga, það var styttri bið. Já, til þess að komast sem fyrst. Já. Sko hvað hefur þú þurft að bíða lengi eftir að fara í svona aðgerð annars, manstu það? Já, þetta svona 2 ára bið. Sem þú hefur þurft að bíða? Já. Með þá þetta endaþarm sig með? Já. Verkjum út frá því og bara vandamálum bara svona í daglegu lífi, skilur við. Já, miklum óþægindum. Miklum óþægindum, sko. Þannig að þið þurfum ekkert að fara nánar út í neitt svoleiðis. Nei. En þú náttúrulega varst eiginlega búin að gefast upp þarna einhvern tímann. Já, ég var búin að gefast upp 2 svar og bara þráði ekkert heitar en bara fá að fara. Og ég sá sjálfa mig ekki fyrir mér í framtíðinni. Við til dæmis keyptum okkur íbúð, náðum að kaupa okkur íbúð þarna þetta tímabil þegar ég var sem verst og ég einhvern veginn svona sá mig ekki fyrir mér í íbúðinni með fjölskyldunni minni. Ég sá þau fyrir mér en ekki mig. Það var bara ekki til. En kom einhver tímabil sem voru skárri en önnur? Já, það var náttúrulega rosalega dagamismunur. Þegar maður svona kvalinn. En á tímabili var þetta bara svart. Algjörlega. En þessi dagamunur að hann svona gefur þessa litlu týru? Já. Þessa von? Já. Því annars væri kannski bara farin? Já. Algjörlega. En svo lagðist ég á Klepp. Geðlæknir minn kom mér að þar og það breytti öllu. Sálarlífinu mínu. Ég fekk svo ótrúlega góða hjálp þar. Þannig að ég náði að verða sterkari og náði að bara vinna í mínum málum andlegri hliðinni. Þannig að þegar ég fer svo til Bandaríkjanna þá ég svo ótrúlega jákvæð og bara sterk og sjálfsöryggið mikið með hvernig það var. Þannig að ég Kleppi ævinlega þakklátt fyrir hjálpina. Og fengi vonina þar? Þar fekk ég vonina, klárlega. Já.
Af því að vera sko stöðugt með verki, vera með króníska verki. Já. Þetta eru 6 ár. Þetta er ekki verkir sem ekki tannpína eða þú veist, þú færð tognun eða þú veist, þetta er ekkert í líkingu við þetta. Nei. Þegar verkirnir sem ég var að upplifa var bara þannig að það var bara eins og þú væri beinbrotin eða ég veit ekki hvernig ég á að lýsa því. Þetta var bara... Já, óafturkræfar taugaskemmdir er alveg nóg fyrir mig, sko. Já, það hljómar skelfilega. Já, þetta var mjög erfitt og er. Og á þessum stað, en þú fékkst nú einhverja viðurkenningu fyrir því að þetta væri mjög alvarlegt að það ekki, með bótum, en samt enga sko, hvað maður segja, en það gat samt enginn gert neitt fyrir þig? Nei, nákvæmlega. Ég sótti bætur í sjúklingatryggingar sem að yfirlæknirinn inn á kvennadeild sem að var minn læknir og benti mér á að sækja Sem sagði að þetta væri læknamistök? Já. Og ég geri þá, ég fæ hæstu mögulegu bætur þaðan sem að eru samt ekki neitt til þess að, skilurðu, ekkert í líkingu við allt sem var tekið af mér. Þú ert tekjulaus? Algjörlega. Allan þennan tíma? Algjörlega, og þá voru jól þarna inn í. Þetta var bara hræðilegt. Já. Getur ekki sinnt fjölskyldinu og ekki neitt svoleiðis? Gat ekki fara að versla jólagjafir utan handa þeim, neitt. Þetta var bara... Já. En þú ert komin frá Bandaríkjunum. Já. Og þetta, þið komust út. Hvað var gert úti? Sko, þetta var svo frábær ferð frá A til Ö. Við ákvaðum strax að við myndum taka stelpurnar með okkur báðar. Okkur fannst vera svo mikilvægt að þær fengi að upplifa bara allt saman frá A til Ö með mér. Af því að nú eru þær búin að gangi í gegnum þetta með mér í 6 ár og sjá allt sem að þær eigi ekki að sjá og upplifa með mömmu sinni. Þannig að mér fannst þetta svo mikilvægt að þær fengi að koma með. Og litla stelpan mín, hún var búin að vera svo rosalega kvíðin í fyrravetur og kom heim alltaf á skólanum hálfgrátandi út af magaverkjum eða höfuðverk og það var búið að rannsaka hana alla og það var bara greinilegt að hún var bara með mikinn kvíða. Já, bara út af þínu veikindum út af mínu veikindum og langvarandi ástands. Já, og svo förum við út og það er tekið vel á móti mér á læknastofunni og það var byrjað á því að taka blóð úr mér og svo 4 dögum seinna að þá kem ég aftur og þá er búið að einangra stofnfrumurnar úr mínu blóði og þær eru svo settar inn í mænugöng á verkjasvæðið og þetta var virkilega sársaukafullt en ég var bara svo ótrúlega staðráðin í því að þetta myndi gera eitthvað fyrir mig. Þú ert vön líka? Já, ég er vön fyrir öllu, held ég. Þú ert vön, já. En svo klára ég ferðina og við náum að eiga smá tíma sem fjölskylda og stelpurnar náðu að una sig vel. Og það er svo frábært að eftir ferðina þá hefur hún ekki kvartað einu sinni undan magaverk eða höfuðverk. Af því sko þetta, er þetta stofnfrumi meðferð? Já. Svo kallið? Já. Og tók þetta langan tíma? Var þetta mikið mál? Nei, alls ekki. Sársaukafullt, jú, en... Já, en þetta var alveg ótrúlega lítið mál. Ég hélt þetta væri miklu meira. En þetta er eiginlega bara basically þannig að það tekið blóð úr þér og það er svo skilað aftur tilbaka. En þetta er ekki gert á Íslandi? Nei, jú, þetta er gert á Íslandi en bara fyrir krabbameinssjúka. Ég skil. Þannig að þessi litla aðgerð, hún myndi gera svo rosalega mikið fyrir Íslendinga sem er að glíma við króníska verki. Ertu búin að endurheimta þá lífið þitt? Já, mér líður þannig. Já, ég er mikið betri þó ég sé þetta mjög misjöfn. Sumir dagar er ég mjög slæm en ég hef ekki þurft að fara inn á spítala síðan ég kom heim frá Bandaríkjunum með við það að ég var þar nánast vikulega. Nánast vikulega? Þú ert ekki verkjalaus? Nei, mun aldrei verða. Geturðu sko, já munurinn er náttúrulega bara að segja að þú þarft ekki að fara vikulega upp á spítala. En ertu léttari? Geturðu gert eitthvað heima og þú veist, hvað geturðu núna? Það var svo fyndið daginn að maðurinn minn var að elda matinn og litla stelpan mín var að læra við eldhúsborðið
Svo ég komin hérna inn og að hjálpa henni að læra og maðurinn minn snýr sér svona við og sagði bara vá, ég eitthvað svo óvanur því að þú sért hérna hjá okkur. Því yfirleitt ég þá bara inni í rúmi að hvíla mig. Þarna var ég komin inn og var að hjálpa honum að elda og var að hjálpa henni að læra og bara það til dæmis að geta tekið til í með þvottinn og svona. Þetta eru litli hlutir sem okkur finnst svo sjálfsagðir en þegar þeir eru teknir frá manni og geta ekki aðstoða eiginmannum að sjá heimilið, þá skiptir þetta svo ótrúlega miklu máli. Það hafa þetta í huga því það að hengja upp þvottinn. Já, endilega. Það frábært að heyra þetta og það verður einhver eftirfylgni af þessu. Læknirinn duglegur að heyra í mér, en hann sagði það frá upphafi að ég yrði líklegast að fara í 2 meðferðir ef ég ætlaði að fá varanlegan bata. En eins og staðan í dag þá náttúrulega gengur það ekkert að ég færi strax aftur því að þessi meðferð mjög dýr. Hvað þurftu að borga fyrir þetta? Öll ferðin frá A til Ö, þetta voru 2 milljónir. 2 milljónir? Já. Og þá innifalinn sem sagt þessi stofnfrumu meðferð? Já, stofnfrumu meðferðin 1100.000. Já. Ég skilði, komist læknarnir ytra kannski eitthvað svona betur að því hvað hafði gerst í þessari aðgerð? Já, þeir náðu einhvern veginn svona einangra svæðið sem að skaðinn var og það var svo ótrúlega skrítin og spes tilfinning þegar hann sprautar á verkjasvæðið og hittir á þann stað sem verkurinn þá svona fann ég það þú veist að því að verkir leiða svo ótrúlega mikið og þetta leiðir niður í fætur og leiðir upp bakið og svona en þarna var hann sko búinn að sprauta á þetta svæði þannig að þá fann ég nákvæmlega hvar verkurinn var. Já, nákvæmlega hvaða svæði? Nákvæmlega svæðið, alveg bara eins og bara lítilli nál sé ítt skilur við húðina að þarna var nákvæmlega svæðið sem að verkurinn var að koma frá. Hvað skemmtist þarna í aðgerðinni? Þetta eru taugaendar og eru bara virkilega, sem sagt, svona, hvað ég að segja. Það einhvern þessi aðgerð, þá hún gerð á einhvern hefðbundin hátt, eða ekki? Jú. Getur þú lýst því einhvern veginn? Sem sagt, meðferðin út í Bandaríkjunum. Nei, hvernig þessi aðgerð gerð hérna heima? Já, einmitt. Hún náttúrulega bara ótrúlega basic, en þetta á að vera svo auðveld aðgerð og hefur bara verið Hún gerð náttúrulega á fjölmörgum konum og það eru svo margar konur sem að þurfa að fara í svona aðgerð og En þekkirðu einhver sem hefur þurft að glíma við álíka afleiðingar og þú? Já, ég þekki eina íslenska konu sem er yndisleg og hún benti mér á meðferðin úti því að hún var viku undan mér í stofnfrumu meðferðin úti þannig að við erum búin að gangi í gegnum ýmislegt við 2 saman. Kannski eru þar fleiri þarna úti. Já. En sko hefur þetta mál eitthvað hreyft við einhverjum svona í heilbrigðiskerfinu? Hefurðu eitthvað vörð við það? Nei, veistu það er alveg ótrúlega lítið. Þú veist að þið getur þá komið í stofnfrumu meðferð hérna heima, þetta er mjög stór hópur. Já, það er reyndar ein von og það er hann Bjarni Valdirsson, minn læknir. Hann er nýkominn heim frá Dubai, frekar en Ameríku. Hún er búin að vera víðsvegar heiminn. Sádi-Arabíu, nákvæmlega. Já, einmitt. Búin að vera víðsvegar heiminn. Og hann er kominn aftur heim og ætlar að vera hérna á Íslandi í eitthvað tíma og aðstoða Íslandinga. En hann er búin að vera að sinna með bæðin á Landspítala og núna hérna á sinni stofu. Já. Það er akkurat það, sko, ég ræddi við hann fyrir í dag og og það er svona 15 þjóðarinnar sem að þjáist af krónískum verkjum. Við kannski ekki að tala þessa álíka á þína, en krónískir verkir út af stoðkerfisvanda og þessi hópur á sér ekki hávara málsvari, við fjallum þetta meira í næstu viku. En frábært að fá þig hingað og svona miklu hressari og við fáum að fylgjast með áfram. Já, ekki máli. Sjáum þið vonandi aftur Erla Kolbrún Óskarsdóttir. Takk fyrir mig. Og höldum áfram eftir smástund. Það
Það tekið að vora og þá tökum við til í okkar ranni jafnt út í náttúrunni sem heima fyrir og hvað að gerast í Reykjavík í þeim efnum? Jú, spillivagnin farin af stað og þeir eru settir hérna hjá mér Guðmundur B. Friðriksson frá Reykjavíkurborg og Guðmundur Tryggvi Ólafsson frá Sorpu til að ræða þetta. Hvað hirðir spillivagnin upp? Spillivagnin að safna spilliefnum, það kallar við spillivagnin. Við erum að safna þessu sem fellur til á heimilum. Við viljum safna þessu sem svona minni efnunum með spillivagninum, annað fyrir endurvinnslustöðvar. Við erum að tala málingu og leysiefni, við erum að tala rafhlöður, raftæki í sefnum líka, spillivefnum. Hvers konar raftækjum? Þessi smærri, við erum að tala brauðristina, hárblósarann, símarnir allir, hleðslutæki líka. Það er örugglega búið að safna svolítið upp á þeim. Og það annarhver bílskúr uppfullur af þessu? Uppfullur. Þannig að nú tökum við til hendinni og förum við á spillivagnum.is, sjáum hver hann stoppar á hvenær og skilur spillivagnin. Já, og þið farið öll hverfi borgarinnar og reyndar jafnvel víðar? Við förum í öll 10 hverfi borgarinnar. Við erum á hverjum stað frá 3 til 8 og víðar, önnur sveitafélög að taka þetta upp hugsanlega líka, nágrannar okkar. Þannig að spillivagnin fer vel á stað. Og hvað verður svo þetta, Guðmundur Tryggvi? Sko, þetta eru fjölmargir farvegir og hvað var að spilliefnin, þá mjög stór hluti af þeim olíugrunnuð og mikið til enda bara í brennslu. Það svona skásta á leiðin til eyðingu á þeim. Eitthvað þessu fer í endur nýtingu líka, en það má segja það að brennsla, háhita brennsla sé svona aðal eyðingar aðferðin fyrir spilliefni. Þessu fargað? Í raun og veru? Já. Og bara á þá forsvaranlegan, réttan hátt. En hvað var að raftækin? Þá eru þau náttúrulega samansett úr mörgum hlutum. Einmitt. Og við bara tökum stór raftæki, bara horfum gömlega góða eldavélina, Rafa eða eitthvað líka, þá hún náttúrulega mest lítið bara járn. Þannig að hún þá bara að fara í járna endurvinnslu. Og minni tækin eins og mörg af þessum raftækjum lítið annað en plast. Þannig að þá fara þau í plastvinnslu. Yfirleitt þetta einhver svona niðurbrot og sundurflokkun sem á sér stað í bara þá stærri stöðum. Og útflutningur á raftækjum héðan svona, má segja, meginþemað minnst að þessu eða ekkert endurunni fullkomlega hérna innanlands Þetta bara útflutningsstraumar sem að vera til. Þetta náttúrulega á alheimsvísu, þá það alveg gríðarlegt magn sem að verða til á hverjum degi af raftækjum og það kom einhver spekingur heimsótti okkur í fyrra og í tilefni raftækjavikur sem var þá haldinn og hann héldi fram að þetta væru 5.000 Eiffel-turnar af málmum og sambærilegum efnum sem að væru árleg notkun í raftæki. Viltu segja þetta aftur? 5.000 Eiffel-turnar? Frá málmum og sambærilegum efnum. Á ári? Á ári. Sem fellur til? Já. Af þessu drasli? Já. En Guðmundur B, erum við slóðar í þessum efnum? Íslendingar erum svona aftarlega á meirinni með við önnur Norðurlönd í þessum efnum og höfum tekið okkur á en safnast þetta bara fyrir heima? Þetta safnast náttúrulega fyrir heima meðan þú hefur plásið en ég vil kannski ekki meina við séum slóða. Við höfum tekið okkur mikið á og komnar líka margar nýjar og góða lausnir við að koma þessum efnum frá sér. Við erum hins vegar að sjá ennþá ca. 0,8% af því sem fer til urðunar eru spilliefni. Og spilliefni eru efni sem við viljum ekki fá upp á urðunarstað. Og það það sem við erum að gera með þessu átaki, að við erum að reyna að ná meira af þessum efnum úr blandaðsorpinu. Og nú ætlum við að fara að jarðgera blandaðsorpið og búið til meira metangas og jarðvegsbæti. Og þá ekki gott að vera með spilliefni í jarðvegsbætinu sem við ætlum svo að fara að dreifa til landgræðslu. Þannig að við þurfum að standa okkur betur í að ná spilliefnum úr. Guðmundur Tryggvi, fólk ekki nógu upplýst hvað á að fara í sorpu og hvað ekki? Auðvitað hefur náttúrulega orðið heilmikill árangur í flokkun og fólk bara sýna rosalega góðan árangur í þáttöku í alls konar flokkunarferlum. Maður finnur eiginlega fyrir hugarfarsbreytingu. Já, hún bara mælanleg. Hún mjög mælanleg og við bara sjáum þessi í plastinu. Við verum bara með þvílíka vöxt í plastinu og bara sem dæmi af efni sem fólk tilbúið að flokka. Pappírinn hefur náttúrulega verið lengi í svona ágætis standi og hann náttúrulega bara minnkandi sem að koma inn. En
spilliefnin og raftækin hafa kannski verið svolítið undir radar. Þetta er sjálfsög ekki drosalega mörg kíló. Þetta er náttúrulega mikilvæg kíló að ná út úr þessum blandaða farvegi. Og við þurfum bara að vera duglega að koma þessum upplýsingum á framfæri, sko. Til dæmis eins og bara að taka fram, sko, hvað þetta er. Og fyrir mörgum er þetta bara vesen, það er að standa í því að vera að halda sikur að farvegina, sko. En þetta er bara rosalega mikilvægt að við höldum í þessar auðlindir sem er í þessum efnum, eins og raftækjunum þá sérstaklega, og setjum það í rétta farvegi, sko. Og við, sveitarfélögin, erum náttúrulega að nálgast íbúann svolítið, bjóðandi betri þjónustu eins og með þessum spillivagni og væntu þá þess að fá þá meiri skil á þessu í rétta farvegi. Og þetta er bara tölvöld mikilvægt og við hefum nefnt hérna spilliefni þá sérstaklega, raftækin líka, við mögum ekki gleyma lyfjunum. Við erum notað mjög mikið af lyfjum en þau nýtast ekki öll upp til lagna og það er náttúrulega mikilvægt að þeim sé haldið til haga líka. Þau sé ekki send með blandaða efninu í grátununa, þetta sé skilað í apótek. Það er hinn eini rétti farvegur fyrir það og apótekin síðan þá annast eyðing á þeim. Einmitt. Þannig að þegar þú ert að fara næst út í apótek þá áttu að taka með þér það sem þú notar ekki. Akkurat. Sko, hvernig stendur Reykjavíkurborg sig miðað við önnur sveitarfélög? Ég hef á tilfinninguna að mörg önnur sveitarfélög standi höfuðborginni sjálfri framar í þessum grænu efnum. Stykkishólmur, Akureyri eru oft nefnd sem fyrirmynda sveitarfélög þegar kemur að grænum lausnum. Er Reykjavík á eftir? Nei. Ég vil ekki meina það. Nei. Við erum farin að safna flokkuðum úrgangi í meira mæli frá heimilum. Buðum upp á bláa tunnuna strax 2007. Við buðum upp á græna tunnu fyrir plast frá árinu 2016 sem verður mjög vel tekið. Og við höfum alltaf haft þann möguleika líka að íbúar geta fengið endurvinnslutunnu eins og þessi sveitarfélög sem þú nefnir eru með. Þær eru bara boðið á markaði og gámaþjónustan og íslenska gámafélag hafa að bjóða þau ílát. Og íbúar sumir kjósa það. Í Reykjavíkurborg er val hvernig ílát þú ert með við heimili. Þú getur líka að fara á grenndarstöðvar og við erum að byggja þær upp og fjölga þúrúrgangsflokkum. Nýlega búið að setja glersöfnunargáma á allar grenndarstöðvar og þar er líka hægt að skila skilagjaldsumboðum og textíl. Þannig að möguleika til flokkunar eru miklir í Reykjavík og mikil þjónusta. En við erum jafnframt með aðgerðaráætlun að gera enn betur og samkvæmt þeirra áætlun sem við unnum fyrir nokkrum árum síðan og gildi til 2020, þá ætlum við að hefja söfnun á lífrænum eldúrsúrgangi til jarðgerðar fyrir þá sem kjósa að flokka það sérstaklega frá. Og gera svo tilraunir með söfnun á gleri frá heimilum og málmum líka. Það er í okkar plönum. Einmitt. Og mun Sorpa taka við svona eins og lífrænu úrgangi til verðmætasköpunar á komandi misserum? Sko, þessi áðurnefnda gas- og jarðgerðarstöð sem Guðmundur sagði frá áðan, þetta er rosalega stórt og mikilvægt skref inn í bætta nýtingu þeirra auðlinda sem við erum að sýsla með og eru kannski að fara forkvörðum þessa dagana, einhverju leyti. Samkvæmt þeirri spá sem við varum að vinna með núna, að myndi þá verða raunveruleikinn þegar hún er tekin til starfa, er að hvað heimilin varðar, að þá verður í rauninni endurvinnslu hlutfallið frá heimilum á höfuðborgarsvæðinu yfir 90% þegar hún er komin í notkun. Og það er vandfundinn álíka árangur, sko. Þannig að það sjálfsögðu þarf að stilla hérna á ákveðna strengi í þessu og við erum svo sem að gera það með þessu átaki hérna að ná burtu spilliefnum og lyfjum sem við sjálfsögðu viljum ekkert fá með í þessum farvegi, sko. Þannig að, já, framöndan er þetta verkefni og heilmikið það að segja, en í mjög stuttu máli að þá verða væntingar okkar og kerfið þannig stilt upp að heimilin og íbúarnir verða búnir að flokka megna þeim efnum frá sem að þau geta flokkað í gegnum þá þessar tunnur heimili og endurvinnslustöðvarnar og grenndarstöðvarnar og það sem eftir situr, það sem ekki áneina farvegi inn á þessum áðurnefndu stöðum, aðalega þá lífrænn úrgangur, bara langmestu leyti, bara matarleifar þess að það fer þá í þessa gas- og jarðgerðarstöð sem klárar hreinsunarferlið að ná burtu restina af plastinu sem kemur með þessu og þess að tekur úr þessu orkuna í formi metans þá og síðan jarðgerir restina og það efni verður þá tækt til landgræðslu. Hvenær verður þetta? Hvenær mun þessu? Við erum bara að horfa það að 2020, 2021 og þá verður þetta sett í gagnið. Dásamlegt. Að lokum, Guðmundur Tryggvi, ruslið er afskaplega góður mælikvarði á hagsveifluna. Hvar erum við stödd í þeirri vísitölu
Erum við búin að ná toppnum? Sko, þetta nú ekki útgefin tala, en svona horfandi á magntölurnar þá lítur út fyrir það að toppnum hafi verið náð, já. En þetta eins og ég segi, þetta svona ekki útgefin tala. Bestu þakkir fyrir komuna, herramenn, og við þurfum að halda þessari umræðu klárlega á lofti inn í komandi tíma. Við þurfum að taka til eftir okkur í þessu landi alla daga, jafnt út í náttúrunni sem heima fyrir og að sjálfsögðu í fyrirtækjum og stofnunum. En segjum þetta gott að þessu sinni, endilega haldið áfram að horfa á Frétt og umræðu þáttinn 21. Hann fjallar allt sem varðar okkar samfélag á komandi tímum.